Já, í þessu síðasta myndbandi ætla ég að sýna ykkur hvernig töflufítusinn virkar. Ég smelli hérna á table og þá sjáum við að það virkar nú ekki merkilega þessi tafla, en ef ég byrja á að velja mér bara hérna x-gildi, segjum að ég ætla að taka bara -5, -3, -1, 1, 3 og 5, bara þetta gæti verið hvað sem er náttúrulega, en hér ætla ég að segja -2. Þá sjáum við að það verður til punktur hérna í -5, -2. -3, og ég ætla að skrifa 0 hér, þannig að þá fáum við þennan hérna gaur. Hér ætla ég að skrifa síðan 2, þá sjáum við að þessi punktar eru allir að falla á sömu línuna. 1,4, 6 og 8. Og þá er ég búinn að teikna inn í rauninni alla punkta sem ég ætlaði mér að gera og ég get zoomað aðeins út til að sjá þá alla. Og ég get kannað það náttúrulega áfram eins og hvort að þetta fellur á beina línu eða hvernig sem er. Ef við munum hvernig það er gert, þá förum við í Tools og veljum Line og í rauninni get ég valið hvaða 2 punkta sem er, að skiptir ekki öllu máli. Þá sé ég að þeir falla allir inn á þessa línu og nú getum við líka séð að fallið er y = x + 3 með því að fara yfir í algebru hluta. Þannig að hér töflur sem þið sjáu í bókinni, það er eitthvað eitt dæmi sem ég man eftir, þar sem að þeir að búa til í rauninni punktagraf fyrir hvað var það nú? Hitastig, þar sem að mánuðirnir voru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hérna í x-inu og svo getið þið sett inn gildin hér. Passið ykkur bara á því að ef þið eruð að gera kommutölu, þá eruð þið ekki að skrifa kommu, heldur skrifið þið punkt. -2,2 væri það, punktur 2 en ekki komma 2. En þannig að þetta er í rauninni það sem við getum notað töfluna fyrir. Við getum teiknað upp hvaða punkta sem er og hvaða töflu sem er og þá sjáum við hvernig punktarnir þróast og svo framvegis. En þetta held ég að sé svona það sem þið þurfið að kunna í GeoGebra í lotu 10. Takk kærlega fyrir að horfa á þessa ritröð, myndbandaröð. Ekki gleyma að ég var líka búinn að gera eitt myndband sem sýnir hvernig við deilum eða vistum mynd út úr GeoGebra. Takk kærlega fyrir.